Í þessari tilraun þá ætlum við að aðgreina efnablöndu. Efnablandan er sem sagt sandur og salt. Og ef við ætlum að aðgreina á hefðbundinn hátt, þá myndum við strá þessu svona á blað. Svo myndum við ná okkur í flísatöng eða gáleika. Og svo myndum við reyna að aðgreina. Hérna er salt, hérna er annað salt. Svo er hérna smá sandkorn og annað hér. Hérna er sandur, hérna slættist salt með. Og svona myndi maður taka hvert einasta korn en samt lenda í vandræðum því eins og hérna við þessi saltkorn að þá er fastur sandur við sem þyrfti að taka í burtu. Við ætlum ekki að nota þessa aðferð. Við ætlum að aðgreina sand og salt á efnafræðilegan hátt. Og það gerum við með því að við þurfum nokkur áhöld. Við höfum hérna síupapír, við höfum tilraunaglas með tappa, við höfum glas, plastglas bara til að geyma tilraunaglasið í, því að ef það liggur á borðinu og þá getur það hæglega rúllað fram á brotnað. Þannig að þess vegna höfum við glasið hér fyrir það. Við höfum bikarglas og trekt og svo þurfum við vatn og svo sjálfsögðu efnið sem við ætlum að nota til að aðgreina. Og á kennaraborðinu eða vinnuborðinu þá er þetta tvennt. Það er sem sagt box með efnablöndunni og svo er lítið bikarglas með efnablöndunni líka. Og það sem þið byrjaðu að gera er að taka tilraunaglasið og halda hérna yfir boxið og svo setjum lítið eitt af þessari blöndu hérna. Ekkert mikið, þetta er alveg nóg. Og svo förum við með öll áhaldin á tilraunaborðið okkar og þú manst allar reglur varðandi tilraunaborð, hvernig þau að vera. Og svo setjum við hérna vatn í tilraunaglasið. Það má vera svona 2 sinnum meira magn en er hérna í, það er svona minna atriði, en þó ekki hafa mjög mikið því að við ætlum að reyna að láta þetta vatn gufa upp á sem skemmstum tíma. Það sem gerir svo er að setja tappan í og það er ágætt að halda við tappan leið og þið hristið þetta svona saman. Og það þarf ekki að gera hratt, bara svona ljúflega. Það leysist alveg jafnvel upp hvort það er gert svona rólega eða hvort það er hamast á þessu. Og svona haldið þið áfram og fylgist með. Svo skoðið bara hvort að allt saltið sé uppleist og ef það er ekki, þá bara haldið þið áfram. Svo getur gerst að lausnin sé mettuð. Það þýðir að það er ekki hægt að leysa meira salt upp í vatninu. Þannig að þá þarf að losa sig við vatnið og bæta meiru vatni í. Eða bæta við, en það er heldur verri aðferð. Á meðan einhver er að leysa upp saltið, þá geta aðrir undirbúið sig. Þá taka þeir síupapírinn, brjóta hann fyrst í tvennt og svo aftur í tvennt. Og opni síðan annað gati sem er annarkvort næst ykkur eða fjærst ykkur. Þá er komið svona trekt úr síupapírnum. Svo setjum við síupapírinn í trektina og þá vill oft gerast að síupapírinn sprettur svona upp úr og þá er ágætt laust bara að halda þessu hérna onni og rétt bleita síupapírinn, bara lítið eitt, þá er hann orðinn fastur. Og þegar það búið að leysa allt hér upp, þá er tappinn tekinn úr og reynt að hafa sem sagt sandinn þannig að sé að mestuleyti hérna neðst og svo er bara hvolft rösklega úr þannig að sandurinn fara að mestuleyti. Og það þarf ekkert að skóla þetta aftur. Það er þó að sé ykkur örður hérna eftir eða leifar, það er allt í lagi. Setjum bara tappan á og setjum aftur hér á. Og það sem þarf þá að gera næst er bara einfaldlega að bíða eftir að vatnið eða saltlausnin að hún leki hérna niður í bikarglasið og sandurinn verður þá eftir. Hafið leyst upp allt saltið, að þá mun það leka hérna niður í bikarglasið og meðan að sandurinn verður eftir hér því að á síupapírnum eru agnarsmá göt, nógu lítil til að sameindnar leki í gegn því að það er búið að leysa þær upp í svona í frumeindir sínar og þess vegna komast sameindnar hérna í gegnum síupapírinn. Og þegar allt vatnið er runnið niður, þá takið við
Ef þið hafið tíma, þá takið þið suðugrind, setjið saltlausnina hérna ofan á suðugrindina og þið fáið spritlampa og eldspýtur. Kveikið á spritlampanum. Og setjið suðugrindina yfir og það flýtir fyrir uppgufun á vatninu. Þannig að þegar vatnið gufar allt upp, þá verður saltið eftir. Og þegar allt er gufað upp, þá gæti innihaldið litið einhvern veginn svona út. Þá sjáum við sem kristallana sem eru eftir í saltinu. Gætið ykkar að byggarglasið verður náttúrulega sjóðandi heitt, þannig að það má aldrei taka á því með berum höndum. Þið þurfa að fá annarkvort hanska hjá mér eða töng og best er bara að láta kennarann þetta. Þið þurfa að muna eftir að þrífa öll áhöldin ykkar og með sápu og vatni og svo setjið í þurrgrindina. Svo setjið í þurrgrindina og þurrkið borðið og standið fyrir aftan stólinn þegar þið eru búið með ykkar tilraun.